Ég held að sé óhætt að segja að við höfum verið að melta það að loksins séum við komið með íslenskan kylfing inn á Evrópumótaröðina á ný. Við ætlum að lyfta glasi og segja skál og til hamingju svona formlega. Skál. Guðmundur Ágúst, til hamingju með árangurinn. Svona bara kannski fyrsta spurningin. Hverju þakkar þennan árangur? Hvað var það þess valdandi að þú náðu þessum árangri? Bara fá mistök og svona þokkalega jaft og fínt golf og ágætis pútar. Nú þetta, þú tókst þátt í úrtökumótinu 2 fyrir annað stigið og svo þriðja stigið. Og þegar þú varst að spila, hvernig golf varst að spila í þessum mótum? Ég var aðeins betri í öðru stiginu. Ég sló vel þar en vetsa og púta ekkert svakalega vel. Svo var þetta svona aðeins öðruvísi í þriðja stiginu. Þá var pútar mjög góður, vetsandi svona allt í lagi en var bara ekki að gera neinn mistök. Þannig að svona allir börnir telja náttúrulega miklu meira þegar þú fær einhver bóki á móti þeim. Ef þú segir okkur aðeins svona frá svona hvernig að vera í þessu? Þetta ekki fyrst sem þú ert að reyna við þetta að komast inn á DP World Tour eða DP Evrópumótaröðina. Hvað það svona erfiðast í þessu finnst þér þú ert komin hérna á haustið til og þú ert að reyna að komast upp á annað stig í keppni? Fyrsta skiptið var bara erfiðast. Þetta var miklu öðuldara núna. Það var mjög þægilegt að hafa komið á áður og já, það var ekki það mikil spenna eða eitthvað svoleiðis. Maður hefur náttúrulega alltaf séð þessa gaura áður og þekki mjög marga af þeim. Þetta var tilfinningin meira bara svona eins og þetta væri bara hver önnur vika. En þið spilið 72 hólur á öðru stiginu en svo þurfum við að spila 6 hringi, 108 hólur á lokamótinu. Hvernig leggurðu þetta, ertu að reyna að vera svolítið ískaldur bara og það er bara hver hringur fyrir sig, svona gamla, hvað segir maður, gamla lumman eða? Já, þú veist, ég var bara basically svona í sömu rútínu bæði í öðru stiginu og í þriðja stiginu. Maður var alltaf að vakna bara einhvern tíma milli 7 og 9 og smá uppbytun heima, þú veist, að koma líkamanum í gang og svo bara, þú veist, kortið 20-25 mínútur á reynsinu og 10 mínútur púta og svo út á öll og það var eiginlega bara þannig alla dagana. Það er náttúrulega voðalega þægilegt við annað stig að ná á þriðja stig að þetta er, þú veist, í öðru stiginu þetta fáir gaurar og þannig að það er eiginlega allir áskipandir á svipum tíma og svo í þriðja stiginu er þetta, þú veist, 156 sem splitta á 2 velli þannig að það er eiginlega allir áskipandir á milli 9 og 11 þannig að þetta var bara svona mjög þægileg rútína sem maður var komin í. En spennustigið, það hlýtur nú að vera eitthvað. Hvernig er það? Nei, það er ekkert að hámanni sko. Maður spila svo hróttalega mikið golf og stundum gengur vel, stundum gengur illa og þetta er bara einhvers konar rútína og maður fer bara að reyna að spila vel og svo sem engar töfralausnir eða neitt eða eitt svoleiðis. Heilt yfir, þá virkaði þetta á manna eins og að spila mjög jafnt og gott golf. Já, þú veist, ég var að því. Völlurinn í öðru stiginu var náttúrulega eins og sást að skórunum svona, þú veist, ég veit ekki hvað voru, þú veist, 20 hringir á pari eða yfir hjá öllum alla dagana. Allir hringir undir pari nema einhverju 20, skilur, og það er 70 manns, þannig að þetta eru 200 eitthvað hringir, skilur, þú veist. Þannig að það er svo sem erfitt að bera saman eitthvað skor þar versus skor í ásíðan meiri alvöru golf þannig í þriðja stiginu. En þetta bara einhvern veginn svona mjatlaði einhvern veginn bara áfram og var bara eitthvað þokkalega solid. Ég hef oft spilað betur og oft, þú veist, verið að slá betur og svona, þú veist, þetta var bara einhvern veginn svona árangursríkt og svona functional golf einhvern veginn. Við sem vorum að fylgjast með, við vorum sennilega þá mun spenntar en þú, eða? Já, alveg pottþétt. Allavega, þú veist, ef þú tekur foreldra mína eða móður mína með reikninginn, sko. Þú veist, það var smá pressa þarna, fannst mér fyrir 4. daginn. Þú veist, það er svo mikilvægt að komast í gegnum köttið. Þú veist, ef þú kemst í gegnum köttið þá færðu fullt af European Tour mótum og gegn að kemst þetta challenge, þannig að það er mjög stórt að komast í gegnum kött. Svo er top 25 meira svona bónus. Þannig að ég var eiginlega bara, já, ég var smá stressaður þegar voru 3 hólur eftir það því að 2 par 5 og 1 par 3 og ég þurfti bara að spila þær einn yfir pari. Þannig að þá
þá þú veist, fer maður kannski að hugsa meira að fokk ekki upp og svona og gera ekki mistök og þá verður spilið svona negatífara og þá þú veist, þá það svona meira einhvern veginn að mistökin getur gerst en þú veist, ef þú ert meira svona on the front foot að reyna að fá birdie alls staðar, þá spila maður miklu betur sko. Og sem betur verið svona náði að vera þannig alveg 105 hólur, skilur við. Hefur eitthvað verið að vinna í andlega þættunum eða er þetta bara búið að koma með miklu golfi undanfarin ár? Bara miklu golfi, þú veist. Ég hef alveg hitt fólk í gegnum tíðina, þú veist. Hitt Rotella og fleiri, þú veist, sem að, já, þú veist, það hefur kannski bara alltaf safnast einhverju upplýsingar í bankan í gegnum tíðina, sko. En ég meina, ég held að flest sem þekkja mig vita að ég þú veist, það er ekkert mikla svona skapsveiflur í hérna, já, þú veist, í svona stressi eða spenningi eða hamingi eða einhverju svoleiðis, þú veist, þegar það gengur vel þá er þetta, maður mjög svipuð persóna þegar það gengur illa. Mikilvægt að vera ekki með of mikla sveiflur. Já, allan virka fyrir mig, skiljum, best fyrir mig, en það er alltaf margir eru öðruvísi, þú veist, maður sér DeChambeau versus Bryson, skiljum, þetta er alveg norður- og suðurpóllinn bara, sko. En það var nú nokkur þekkt nöfn í lokamótinu núna, Tælendingurinn, Apri Barnett. Já, ég kann alltaf segja þetta, og nokkrir fleiri kunnir. Siem, Marcel Siem og David Howell með eitthvað 700 og eitthvað í European Tournament. Og nokkrir aðeins yngri englendingar og svíjar og annað, þannig að þetta eru menn sem að þekkja þennan leik og hafa verið að náður eins og þú reyndar. Já. Þú veist, maður er alveg orðinn vanur því að hafa gamla kempur verið að spila mann á Challenge Tour, þú veist, að fólk alltaf tekur ekkert eftir í þegar gaurar svona dett úr sjónasviðinu, sko. Þannig að, þú veist, Marcel Siem spilaði fullt af mótum á Challenge Tour 2020 og 2021 og það leit út fyrir eins og ég geti fengið mögulega að spila 5. ringi með honum en ég var rændur því, það var mikill miss. Já, svolítið missið þegar þið geta tekið mynd af ykkur með hárið. Já, hann er náttúrulega með svona hann er með snúð eins og ég og svo einu tímapunkti var þetta sko ég, Marcel Siem og Mike Lorenzo Vera allir með snúð, þannig að það hefur verið mjög gaman sko. En hvað þýðir þessi árangur hjá þér? Hvað þátttökurétt ertu að fá á GP Evrópumótaröðinni? Ég fæ kategóri 17 heitir það. Fæ kannski öll mótin nema Rolex Series og nema kannski einhver, ég veit ekki, 3-4 önnur eða eitthvað. En þú gætir unnið inn í þau með góðum árangri? Já, þú veist, og það er alltaf hægt að vinna sig alls þar inn með góðum árangri. Já, ég meina þá færði það fara. Já. En maður þarf basically að vinna golfmót eða að vera í topp 10 vikuna áður til að komast inn. Og ertu búinn að gera eitthvað keppnisplan? Já, ég bara fyrir núna í 4 mót og svo tek ég hausinn mér sambandi á Tenerife þegar jólinn og stingur þessu aftur í samband eftir álmót. Er eitthvað markmið? Búinn að setja þér eitthvað markmið? Nei, ekki neitt, ennþá. Gott að fara bara kannski ekkert með allt og mikil markmið og aðeins að svona feta sig. Maður er bara að fara að gera það sama og í síðustu viku, þú veist, þannig að það er ekkert að flækja hlutina eða breyta eða ef það er að virka, sko, þú veist, þannig að já, ég er bara hlakka til og bara fara að gera meira í samanvonandi. Þú hefur verið með þjálfara og þú skiptir þjálfara, segðu okkur frá því. Já, það er svo mörg ár síðan, sko. Já, ég meina, ég var að koma heim úr háskóla og þetta var allt svona í smá upplaust, skilur. Já, ég fórst til Arnars Más. Já, hafði unnið með honum alveg áður, skilur. Hann var náttúrulega landsþjálfari, þannig að þá var þetta mjög góð samvinna hjá okkur meðan hann var á Íslandi og svo flutti hann út. Þannig að mér var svona bara liggja vel við höggi, bara að tala við hann aftur og blessunarlega hefur þetta bara gengið mjög vel hjá okkur. Er eitthvað svona sem þér finnst þegar þú ert komin að þetta langt, er eitthvað sem maður þarf að vera betri í en öðru, eru uppásökin meira atriði þegar þú ert komin svona langt eða er það pútinn, er það einhverju þættir í golfinu sem þér finnst vera að telja meira, sem þú þarft að leggja meira áherslu á? Þetta er alltaf bara mismunandi golfveldir, skilur við, þeir eru kannski aðeins strengri á European Tour og aðeins harra röff og svona, þannig að, já, þú kemst ekkert upp með neitt, þannig séð, að ef þið skortir eitthvað þá mun það alltaf sjást, sko.
Það þarf bara allur leikurinn að vera góður. Já, algjörlega. Já. Algjörlega. En hvað, nú kostar þetta sitt að vera, veist, hvernig eru svona fjármálin og annað í þessu? Þetta mikið ferðalög og þú býrð á Íslandi, en flytturðu til Evrópu í vetur eða hvað? Nei, ég ætla ekki að gera það held Hvað var fjármálin? Ég held að ég hafi verið í tekjublaðinu, þannig að þú getur bara að tjekka á því En ég meina, hvernig gengur að láta þetta ganga, hvernig gengur að láta fjármálin ganga upp? Já, það er náttúrulega bara því betur sem maður spilar, því meira maður borga. Náttúrulega forskot hafa verið bara æðislegir við mig og fleiri náttúrulega í gegnum tíðina og sá stuðningur hefur náttúrulega gert manni kleift að ekki bara að gera manni kleift að spila, heldur líka að spila svona þokkalega góður í haustnum, því að maður þekkir alveg nokkra sem hafa verið með peningaáhyggjur og annað slíkt sko. Þannig að þeir eru bara 1000 þakkir skilið fyrir allar stuðningina gegnum tíðina. Þarftu að setja upp fjárhagsáætlun eða eitthvað, ertu að pæla í eitthvað svona hlutum? Áttu nógan auð, þannig að þú áttu alveg fyrir flugfargjaldi og hóteli og mat og annað, en þú hefur litlar áhyggjur á startinu? Já, fyrir salt í grautinn allavega nú árið. Svo séum við bara til. Já, þannig að þú fékkst nú eitthvað auðvitað á þessu ári á áskrifendamótaröðinni, ekki? Eitthvað smá? Ekki mikið. Þetta var ekki gott ár. Þetta var ekki gott ár, já. Nei, þú varst í 80 og eitthvað sæti. 95 held ég. Já, 95 og endar 95 sæti. Hatti var í 85 held ég. Já, Haraldur Franklín, aðeins við ramaði. Já. En þannig að þú ferði úr lélegum ári í áskrifendamótaröðinni og varst svo bara að fara á deild herra, í efstu deild í Evrópu. Já, þetta er skrýðilegur. Já. Það er eiginlega eina sem er hægt að segja, sko. Það er ekki skýring? Nei, þú veist. Og maður á ekki að útskýra það þegar maður spila vel í fyrsta lagi, skilur. Ég er ekkert að fara að segja af hverju ég spilaði vel, þú veist. Maður á að spila vel, skilur. Já. Meira myndi ég spyrja þess að hvaða breyting var það? Ef þú hefði spilað þetta gól á áskrifendamótaröðinni í sumar, á þessu ári, hvað þá? Þú veist, þá ætti maður meira pening. Varst stundum að gera það? Ég gera eina viku og spilaði jafnvel, ég var betri þá. Ég spilaði 20 undir 4 hringi og endaði 3. sæti í Finnlandi. Og það var æðislegt, sko. En svo var það eiginlega bara allt sumt, sko. En þú veist, hvað gerðist? Ég fór bara á einhverja leik í Premier League hérna eftir seasonið og Gleymdirðu það aðeins? Vildirðu bara hvíla þig? Ég meina, þurftir aðeins að þú tókst þig smá pásu, eða ekki? Já, ég tók bara, ég veit ekki, 2 vikur í pásu eða eitthvað. Kringum 30 samanleið og það er alltaf fínt, skilju, ef hlutin ekki að virka, kannski aðeins að stíga út og gleyma og svoleiðis. Það er svolítið gaman fyrir þig að þú ert annar Íslendingur sem ert að komast á þetta efsta stig. Þannig að Birgir Leifur var búinn aðeins hann var búinn að ná þessum árangri. Er ekki gaman að fylgja því eftir? Ára svolítið síðan meira þess að? Já, smá síðan. Jú, það er náttúrulega mjög gaman að fylgja eftir. Og já, hann hefur náttúrulega sýnt manna að þetta er hægt, þú veist, frá Íslandi, skilur og allt svoleiðis. En svo náttúrulega, hef ég náttúrulega spilað háskólagól og mikið svoleiðis og svo, þú veist, verið á Challenge Tour, þannig að maður hefur séð svo marga vini sína, þú veist, komast í gegn og gera vel og svona, þú veist, þannig að þetta er ekkert bara byggið sem sannar þetta fyrir manni, skilur, þú veist, að maður á náttúrulega mjög marga vini í sportinu. En þú ert með þessu, þá ertu að gefa þau skilaboð að Íslendingar geta gert þetta? Já, ég meina að þú veist, það er engin ástæða til akkur ekki. Þú ert að fara núna bara á morgun til Suður-Afríku? Já, bara spenntur. Bara flýja á hádegi og kemur á þriðjudaginn og bara... Kylfusveinninn klár, pabbi þinn? Nei, ég fer ekki fljúga á honum þangað, sko. Nei, ég er bara með lokal katti.